Já, góða hlustendur, velkomin að Rauða borðinu á þriðjudegi á þessu hausti. Ég kannski byrjaði að afsaka að ég sé hérna út í bíl. Ég þurfti að fara til Akureyrar og svo komst bara ekki lengra, þannig að það var eiginlega niðurstaðan að það væri besta næði hér að stjórna þessu þætti hérna út úr þessum bíl. Ég vona það trufli engan. En efni þáttarins í kvöld er eiginlega ósk sem kom fram í þætti þegar vorum að ræða hér dómsmál fyrir 2 vikum eða 3 og í lok þáttarins var snerist talið svolítið svona þyngd refsinga og hvaða þörf og gagnir af refsingum, og Ragnar Aðalsteinsson sem var í þeim þætti, hann sagði sem svo að við ættum kannski að taka bara heilan þátt það að ræða refsingar, og það er okkur þessi þáttur. Og til að ræða það að þá er Ragnar hingað kominn og Helga Vala Helgadóttir sem er lögmaður og þingkona, og Guðmundur Ingi Þóroddsson sem er formaður Afstöðu sem er félag fanga, og velkomin öll. Ég eðlilegt að ég bara byrja á þér, Ragnar, og spyrji hvað er það svo að á Íslandi séu refsingar of þungar? Er okkur of auðvelt að dæma fólk til þungrar refsinga, langs tíma? Eigum við ekki, Gunnar Smári, að byrja aðeins aftar og minna okkur á að allt frá því að sögur hófust, þá voru menn beittir refsingum þegar þeir gengu gegn þeim viðhorfum sem ríktu í því samfélagi sem þeir bjuggu í. Lengst af og allt fram undir okkar daga, þá voru refsingar fólgnar í öðru heldur en frelsissviptingu. Þær voru fólgnar í teknar lífi, þær voru limlestir og brennimerktir og svo framvegis. Og það er ekki fyrir á allri síðustu öldum sem að breyting verður á þessu og tekin er upp ný refsitegund sem er frelsissvipting í fangelsi. Og hér á Íslandi þá þekkjum við auðvitað söguna að það er ekki fyrir tiltölulega skömmu að við gátum farið að senda menn í raspúsið í Kaupmannahöfn. Síðan byggðum okkur fangelsi við Lækjartorg og svo framvegis. Og umræðan gagnsemi refsinga hefur lengi staðið. Og mér virðist henni ekkert fara fram við þeim að tilviljun þar var sér nýlega grein þar sem að lýst var umræðinu fangelsismál í Kaupmannahöfn 1840 og sú umræða er núna 180 árum seinna á bara svipuðu róli. Og fangelsi voru smíðuð með ýmsum hætti. Fyrst í stað þá var ræða áhersla á að fangar sæju ekki hvern annan og væru þannig í mikill einangrun og gætu sinnt því að hugsa afbrot sitt og hugsa trúmál og svo framvegis. En smátt og smátt hafa fangelsi breyst og þau hafa verið gerð víða mannlegri heldur en áður var og afplánunarföngum ekki endilega haldið í einangrun, jafnvel þvert á móti. En spurningin er þá þessi, til hvers erum við að refsa fólki sem að brýtur af sér og með því að fremja afbrot þá við brot á tilteknum lögum sem að löggjafarvald ríkisins hefur sett. Og slík afbrot eru þetta mjög mismunandi í hugum almennings. Þau
í sumum tilvikum hristir almenningur bara höfuðið og þetta hjá líða. Önnur vekja upp ótrúlegar tilfinningar og á seinni árum þá skemmst að minnast umræðum barnaníðingsmál þar sem við sjáum að brot sem að fyrir 70 árum voru ekki talin mjög alvarlega miðað við þær refsingar sem við sjáum þá, að þau sæta nú miklu meiri refsingum og miklu meiri fordæmingu almennings og þá varnar þetta þessi spurning hvernig á að ákveða refsingu þegar að refsingun er fólgin í frelsissviptingu, hvaða sjónum við getum að hafa til viðmiðunar þegar við ákveðum hversu lengi brotamaður á að dvelja í fangelsi og hverjir eru kostir hans í fangelsinu, hvaða aðbúnað hefur hann, getur verið að fangelsisvist sé til betrunar, þannig að fanginn komi betri maður út og ef að það markmiðið, eins og segir í okkar lögum með fangelsi, að þá spurningin hvað aðferðir á að nota til þess að betra afplánafanga. En sérstaklega finnst mér áhugavert að ræða þessa refsi ákvörðun, hvernig dómarinn ákveður til að mynda mánaðarfjölda eða árafjölda afplánunar, allt upp í 16 árið ævilangt. Og frá mínu bændirum sem lögmanns þá finn ég ekki rökstuðning í íslenskum dómum það hvernig refsingar ákveðin, heldur þetta venjulega mjög stuttaralegt og sagt að þykir refsing hæfilega ákveðin x mánuður eða ár í fangelsi. Og það líka rétt að hafa það í huga þegar dómari ákveður refsingu þá veit hann að mjög líklegt að sá sem hann að dæma í fangelsi, hann fái reynslulausn þegar hann hefur afplánað annarkvort helmingin eða 2/3 af tímanum sem hann dæmir hinn ákærða í og ég hef spurt sjálf mig hvort að það geta haft áhrif ef að dómarinn telur hæfilegt að maður sitji í fangelsi í 5 ár, þá líklegt að hann dæma hann í 10 ár af því að hann veit að hann mun losna undan síðustu 5 árunum í reynslulausn. En svo spurningin þessi, það talað að refsingar hafi varnaðaráhrif. Annars vegar hefur refsingin áhrif á þann sem að dæmdur til refsingar. Það sagt sem svo að það sé líklegt að hann fremji síður annað afbrot og komi sér aftur í fangelsi. Og hitt þessi almennu varnaðaráhrif að hvaða dæmamenn til refsingar og frelsissviptingar hafi áhrif á aðra og þeir munu síður fremja afbrot, þeir vilja ekki lenda í þessu sama. Við vitum ekkert hversu rétt þetta það hefur ekki verið hægt að sýna fram á hvorki einstaklingsbundin varnaðaráhrif né almenn varnaðaráhrif. Og þá verðum við að hafa í huga að sá sem dæmdur til langar fangelsisvistar, að hann kemur ekki heill maður tilbaka. Þegar hann hefur verið sviptur frelsi árum saman, þá smátt og smátt hefur það áhrif á fyrst og fremst andlega líðan hans, en líka líkamlega. Og hann á sér, að mínu viti minni viðreisnar von þegar hann kemur tilbaka. Mínar hugmyndir eru allt annars konar fangelsi. Ég tel að fangelsi eigi að ákvarða í miklu styttri tíma en nú gert og ég held að það hafi meiri áhrif og ég vil einnig að sá sem hefur verið sviptur frelsi og situr í fangelsi, hann fá að vera úti kannski 5 daga vikunar í 12 tíma á dag, geti sinnt námi í skóla eða sinnt starfi sínu, en verði að afplána á nóttina og helgar. Þetta fyrirbrigði sem hefur verið reynt og við höfum séð það í fréttum til að mynda leiðtogana í Katalóníu sem voru dæmdir til langvarandi fangelsisvistar,
að eftir fyrsta árið fóru sumir þeirra að fá auki frelsi til að sinna störfum utan fangelsis, þá þeir að mæta tilbaka að kvöldi. En þetta eru svona hugleiðingar mínar, ég ekki sérfræðingur á þessu sviði, hvorki afbrot eða refsingar, en þetta er það sem að mér býr í huga núna. En þú ert almennt á því að refsingar séu of þungar, stundum vera kvartað yfir að séu of vægar, eins og í kynferðisafbrotamálum? Já, ég held, ástæðan fyrir þessari skoðun mín er svo að ég held að við eigum ekki að gera menn verri með langri fangelsisvist, heldur frekar að reyna að styðja við menn, ekki síst þegar þeir koma úr fangelsi, þar að segja þegar að, eins og ég sagði áðan, að fangelsisvistin verði ekki svona hörð og menn að vissum tíma liðnum fá að vera úti, sinna starfi sínu og ef aftur á móti er talið óhjákvæmilegt að fara aðra leiðir eins og nú að þá þarf að koma upp aðferð til þess að taka móti fanganum þannig að hann hafi meiri kost á að aðlaga samfélaginu að nýju eftir langa vist í fangelsi. Guðmundur, þú hvað gera fangelsi menn betri? Er þetta betrunarhús? Nei, þetta er ekki betrunarhús. Við erum ennþá á þeim stað að við erum með refsistefnu í samfélaginu. Við höfum aldrei breytt því og í raun og veru var orðinu betrun kastað inn í lögin á nokkrum stöðum og kannski ekki og lögin fullnustu refsinga var í raun og veru illa unnið. Það var sett inn fullt af alls konar flottum úrræðum sem var bara svo illa unnin og hugsuð að þau eru ekki að virka. Þannig að við erum aldeilis ekki með betrun og fólk kemur, þetta er svolítið svona erfitt fyrir mig að því að nú tel ég mig hafa komið betri út í fangelsi núna í þetta skipti. En ég get svo sannarlega sagt að í fyrra skipti þá var það ekki þannig og þar var ég ennþá á sömu braut og gat ekki séð í raun og veru að ég var að fara að gera nokkuð annað. En ég þurfti virkilega að hafa fyrir þessu skipti að taka mig á og það er ekki hægt að þakka fangelsisyfirvöldum eða fangelsiskerfinu fyrir það. En vandamál er að það eru bara fæstir sem fara í fangelsi sem eru með kannski það bakland sem að ég er með eða þau úrræði og sem að ég gat einhvern veginn komist áfram í. En Ragnar, það er eins og hann hafi tekið ræðuna mína eða punktana sem ég var búinn að skrifa hérna niður og komið með á nánast alla. Þannig að ég var alveg fyrtur nú við, hvað á ég að segja núna? Það er erfitt að lenda í samtali með mönnum eins og Ragnari, sko. Maður er að grafa mjög djúpt ef maður ætlar að vera að koma með eitthvað frumlegt og róttækt, sko. Nákvæmlega, en ég er algjörlega sammála þessu sem að þetta var. Sko, það eru gömul viðhorf að tilgangur dóma séu varnaðaráhrif. Þau hafa ekki nein varnaðaráhrif og ég get bara sagt það sem dæmi fyrir mig að ég var ekki að hugsa mikið það að ég geti fengið 12 ári eða eitthvað svoleiðis. Þannig og það þessar refsistefnur verið að leggja niður í raun og veru alls staðar í kringum okkur og verið að taka upp endurhæfingu. Við viljum kalla þetta endurhæfingu í dag, frekar en betrun kannski. Og það sem hann sagði með að fangelsi skemmir fólk, að það vissulega gerir það, skemmir fólk og það þarf ekkert að líða langur tími og það þykir að vera lengi fangelsi til að verða svona félagslega heftur og annað slíkt, sko. En það sem að við kannski, sko, nú veit ég ekki hvort ég að segja að það sé verið að dæma fólk of lengi í fangelsi. Ég vissulega tel að ég hafi fengið of þungan dóm, en ég ætla ekkert að vera að leggja mat á það. En það er til dæmis dómur fyrir ofbeldisfullan glæp og svo sér maður auðvitað aðra sem eru að fá dóma fyrir sem ég tel að sé miklu alvarlegra og þeir eru að fá munlegri dóma. En við teljum, ég tel að dómarar þurfa að hafa fleiri úrræði. Það þarf að vera hægt að dæma fólk í kannski einhvers konar meðferðir, fíknimeðferðir, sálfræðimeðferðir, áfallameðferðir. Það þarf að vera
hægt að rýmka kannski notkun á opnari úrræðum, notkun á rafrænu eftirliti. Þetta allt hægt að nota og það í raun og veru alveg jafn mikið fangelsi og getur oft verið líka jafnvel erfiðara. Það í raun og veru miklu erfiðara að vera með ökklaband eða áfangaheimili heldur en að vera í sjálfu fangelsinu, þar sem að þú þarft í raun og veru að hafa fyrir hlutunum eða gera neitt. Þannig að það svolítið misskilningur að það sé kannski miklu, auðvitað það miklu meira frelsi, en það erfiðari afplánun samt sem áður. Og síðan náttúrulega má skoða svo sem eins og refsileysi í fíkniefnamálunum og taka upp þessar betrunar endurhæfingarstefnur. En já. En við þekkjum öll svona rannsóknir sem að sýna fram á að fangelsi ekki betrunarstofnanir. Maður sem búinn að vera ár í fangelsi að líkundir á því að hann nái að fóta sig aftur í samfélaginu eru bara orðnar sáralitlar. Þetta búinn að vera svona lengi svona innan stofnunum. En þú nefnir þarna eins og til þess að dæma menn til meðferðar, að nú það hefur verið gert í Bandaríkjunum til dæmis að dæma fólk í fíkniefnameðferð. Eitthvað rannsóknir sem að sýna að það sé meiri árangur heldur en að fangelsinu? Það ekki daufur árangur á því? Ég held að menn verði að vilja líka fara kannski í það og fá það möguleika á því. Þetta alveg eins bara með sáttamiðlanir í refsimáli sem að mætti taka upp á allt annað level og það eru aðferðir sem að eru virkilega að hafa áhrif og að virka á bæði brotaþola og geranda og þyrfti að taka í dómskerfinu á lögreglustigi og síðan í fangelsiskerfinu. En það þurfa auðvitað allir að vilja að fara í það, hvort sem það er. Og það náttúrulega bara eins með meðferðirnar. Ef þú vilt ekki fara með meðferð, þá náttúrulega þeir ekki gefið sér stöðu, þá kannski ferðu bara í fangelsi og það náttúrulega, en við erum náttúrulega kannski að reyna líka að minnast á þetta bara því að við teljum að þurfa að vera hægt að dæma fólk í einhver allt önnur úrræði heldur en fangelsi, eins og Ragnar sagði og síðan náttúrulega ef að menn eru dæmdir í fangelsi, þá það minni fangelsi og opnari fangelsi sem að virka. Þess vegna ein mestu mistök sem við verið að gera í dag að loka Akureyrarfangelsinu. Það með því að ætla að spara þar einhvern pening og ætlast til þess að fólk komi betri út af því, það bara, þetta ekki að virka þannig. Þannig að það til dæmis mannauður að fara í burtu sem ekki kemur inn í fangelskjöldu sem hefur staðið sig alveg hrikalega vel og þar hafa menn náð ótrúlegum og undraverðum bata í gegnum. Og við vildum til dæmis breyta þessu fangelsi bara í meðferðarfangelsi þar sem að það náttúrulega út í hött að vera með meðferðarfangelsi og Litlahrauni, það bara eins og að vera með Vog og Laugavegi og það bara ekki að ganga upp og þar sem að fíkniefni og pillur og lyf til sölu bara fram á gangi. Þannig að árangurinn á Litlahrauni engin á meðferðarúrræðum þó að sé. En þetta alltaf spurning peninga, þau fá ákveðin pening fyrir það þarna líka, þannig að ég veit ekki, þau eru hrædd við að breyta og missa það í raun og veru. Þannig að já. Helga Vala, þú ert í stjórnmálunum og þau eiga að vera að bæta heiminn, hægt og bítandi. Þessi umræða tilgang refsinga eins og Ragnar bendi á, þetta aldagamalt og þetta eilíft vandamál og kannski ekki til eitthvað svona endalegt svar heldur þetta eitthvað sem að þarf að hægt og bítandi að pröfa og þreifa sig áfram og því annars náttúrulega velur fólk bara alltaf eins og það ef að hinn valkosturinn eitthvað svo óljós og langt í framtíðinni að þá höldum við bara áfram að reka kerfi sem að kannski megi þurfi fólk sveitst innst inni að gengur ekki en við höldum áfram vegna þess að bara við höfum ekki eftir ímyndunarafl eða þroskað umræðu til þess að færa okkur yfir næsta skref. Er þetta ekki svona smá skömm ykkar stjórnmálanna að þú berir kannski til dæmis nýkomið inn, ég ætla ekki að þetta ber ábyrgð á síðustu áratugum og öldum. En það ekki, ég meina þetta er svo stórt mál að þetta ætti raunverulega að vera eiginlega til sífelldrar umræðu á vettvangi stjórnmálanna og inn á Alþingi. Já, ég held að minnstakosti að við séum örugg með það að þessi harða refsistefna sem að sumstaðar harðari en hér, að hún
er ekki málið. Við sjáum til dæmis í vestrinu, í Bandaríkjunum, þar sem að fólk er dæmt til þrefaldrar lífstíðar fangavistar og svo framvegis. Þetta auðvitað bara, þetta hefur engu skilað. Fangelsin á Íslandi eru meira og minna full af veiku fólki sem hafa verið notuð sem burðardýr til að flytja inn eiturlyf. Og það hefur engu skilað að dæma fólk í slíkri stöðu til svona langra refsingar. Það því leytir ég sammála Guðmundi sem sagði sko, þú veist, það eru þessi mánaðafjöldi og það sem einhvern veginn, það verður svona þetta ósamræmi. Og ég held að kannski, ég held að það sé einn galli á þessu kerfi, það er þegar að þú skilur ekki af hverju þessi fær 5 mánuði en hinn fær 2 ár. Af hverju þessi fær 5 mánuði, hinn fær 2 ár, en sko þessi sem fær 2 ár, hann er komin út eftir 8 mánuði. Og alls konar svona, það eru allt þetta sem að gera verkum að það verður eitthvað svona vantraust af því það er ógagnsæi í kerfinu. Og það er hérna mannanna verk að búa til ógagnsætt kerfi. Þegar það verður eitthvað svona, og maður heyrði þetta í síðustu viku í kjölfarið á þætti, Kastljósþætti, þar sem að kornung stúlka verður fyrir mjög grófu ofbeldi í nánu sambandi af hálfu unnusta síns og því máli hefur núna verið áfrýjað, að þar til dæmis tekur dómarinn þá ákvörðun að þau séu ekki í nánu sambandi af því þau eru ekki skráð í sambúð. En þau eru sko 17 og 20 ára. Og auðvitað eru þau ekki skráður í sambúð. Ég meina, þau búa hvergi, þau búa bara á heimili annars aðilans. Af því að þau eru, ég meina, hún er bara barn. En þannig að það vitna til umræðu, það sem er verið að krefjast lengri refsinga, þyngri refsinga, sem er yfirlega fyrirferða meiri í samfélaginu heldur en hinn. Hinum megin erum við kannski með umræðu þegar að einhver stal samloku í bónus og er dæmdur í 9 mánuði og það er borið saman við einhvern hvítflippa glæpamannin sem að fekk kannski bara 3 mánuði skilorðsbundi fyrir að stela sko triljónfaldri verðmæti þessara einu samloku. Það er eina skipti sem að ég heyri talað og ofþungarefsingar, ég heyri miklu oftar talað kröfunum þyngri refsingar. Það er þetta sem ég er að tala Það er þegar það verður svona misræmi og þú skilur ekki af hverju hlutirnir eru svona en ekki hinsegin. Þetta kerfi verður ekki gagnsætt og það er þá sem verður svona vantraust. Ég er sko tel að við ekki að þyngja refsingar, bara alls ekki, af því hver einasti dagur í frelsisskerðingu er mjög íþyngjandi. Og ég held að það viti það allir sem að hafa einhvern veginn unnið inn í kerfinu og fylgst með fólki sem hefur til dæmis fengið langan fangelsisdóm, að það gerist mjög oft á ákveðnum tímapunkti að það bara lappar á vegg, alveg sama hversu mikið það ætlaði að standa sig þarna inni og reyna að verða fyrir einhverju betrun eða reyna einhvern veginn að vera virkur og jafnvel vera í námi eða einhverju svona virkni á ákveðnum tímapunkti að þá bara gerist eitthvað, þá bara kemst ekki fram úr rúminu. Að þetta verður bara, þetta er svo ofboðslega íþyngjandi og það er meiri hætta á þessu eftir því sem að fangelsisdómurinn er þyngri. Það sem að við erum hins vegar að gera á Íslandi og kem ég aðeins inn á þetta sem að Guðmundur talaði varðandi lokun fangelsisins á Akureyri. Við erum að bæta við auka refsingu hjá þeim sem eru dæmdir til fangelsisvistar og það er refsingin að bíða eftir boðun í fangelsi og það þurfa að bíða mánuðum og jafnvel árum saman eftir því að fá að hefja afplánun og þú ert á beinubröðu, þú ert að reyna að standa þig fyrir utan allan tíman sem að leið frá því að verknaður var framinn og þangað til koma því að dómur kvað upp sína niðurstöðu að þá þú veist, þú getur verið bara búin að eignast fullt af börnum og komin í bara eitthvað allt annað líf. Og þetta er bara viðbótarefsing. Því að svo er bara öll smánunin og fordæmingin og útskúfunin og allt þetta er eftir sko.
og það þetta sem að mér finnst vera svo ómanneskjulegt við okkar kerfi. Að það ekki bara mánuðirnir inni, heldur allt utanumhaldið. Að láta sér dettið það í hug í dag að loka fangelsi á Akureyri og fækka þar með rýmum. Þegar við ættum að vera bara að reyna að fjölga þeim eins og við getum og fá fleiri inn í samfélagsþjónustu til þess að reyna að stytta þennan tíma. Svona stutta útgáfan. Ragnar, má ég aðeins velta á þig hérna sambandi við þetta hvar þessi umræða fer fram af því að hún svona í almennu umræður og mjög tilviljanakennd, tengd kröfu þyngri refsingar í kynferðismálum, kynferðisafbrotum og brotum gegn börnum og svo þetta dæmi þunga refsingar, síbrota fólks sem að stela úr búðum. En ég kannast ekki beint við einhverja svona alvöru seigfljótandi umræðu sem að í samfélaginu. Kannski hef ég bara mistað því, ég fylgir ekki með öllu. Hvort hún sé til annars vegar og þá hver ætti að halda henni gangandi? Og aðeins fyrst víkja að lokun Akureyrarfangelsins og þætti sem að mér finnst að hafa ekki vakið mikla athygli. Það ætlast til að sá sem dæmdur til refsivistar afpláni refsinguna sem næst heimilishögum sínum. Þannig að fjölskyldan segi auðveldara með að heimsækja hann í fangelsið. Nú ger ég ráð fyrir hans að hafa kannað að þeir sem afplánuðu Akureyri hafa einhver tengsl við Norðurland og fjölskyldur þar. Núna þarf foreldri, maki, börn, þeir sem í afplánun og hefðu verið á Akureyri að fara frá úr Eyjafirðinum eða Skagafirðinum til Reykjavíkur til þess að heimsækja fangann. Þetta bara beint brot á núgildandi lögum. Þannig að það óskiljanlegt hvers vegna ríkisstjórnin eða ráðherra þessara mála lætur þetta gerast. Umræðan þessi mál algjörlega tilviljanakennd og ekki fagleg, held ég neins staðar. Ég hef ekki orðið var við á seinni tímum neina faglega umræðu meðal fagblaðra minna og systra í lögmannsstéttinni og ég hef ekki orðið var við rannsóknir en það auðvitað til fólk sem að fást við þessi mál, til að mynda starfsmenn hjá Fangelsismálastofnun. Ég ætlaði að sjá hvort ég fyndi almennilega áskýrslur þeirra stofnunar. Mér tókst það ekki í fljótu bragði. En það það fólk sem að fylgjast með því eða á að fylgjast með því hver áhrif refsingarna eru á fangana og samfélagið. En þessi umræða sem við sjáum í fjölmiðlum og í og internetinu og annars staðar, hún algjörlega tilviljanakennd og gagnslaus vegna þess að hún svo tilfinningabundin og það auðvitað sagt að þáttur refsingar sé endurgjaldi, þar sé verið að hefna, bæði verið að hefna samfélagið að hefna sín vegna brotsins, en samfélagið líka að hefna fyrir hönd þess sem varð fyrir brotinu. Eins og til að mynda sá sem verður fyrir líkamsárás eða fyrir nauðgun eða barn sem verður fyrir lífi, að nú sé verið að hefna fyrir það og við sjáum að fjölskyldur þeirra sem að verða fyrir slíkum afbrotum virðast hafa mikinn áhuga á því að brotamaður fái sem mesta refsingu og það hefndarhugurinn sem að vel hægt að skilja og setja sig inn í. En það spurning hvort að það eigi að ráða. Við erum líka að tala að fólk sem hefur orðið fyrir afbrotum að það óttast að nú sé afbrotumaður að koma út úr fangelsi og muni gera það sama aftur og aftur. En þessi umræða eiginlega tilgangslaus og byggir ekki á neinum vitrænum grundvelli eða þekkingu. Okkur vantar þekkingu á þessu sviði, eða með skoðst mig, og til þess að tala þetta einhverju nægilega miklu viti. Samt samt merkir mér alveg svona breytta afstöðu eins og þú nefndir þarna með
svona rétt þeirra fjölskyldu, þeirra sem að brotið gegn, að þetta mjög afstæða sem mjög rík í Bandaríkjunum en í mínum uppvexti þá bara kannast ég ekki við þessa siðferðilegu kröfu í íslensku samfélagi, en hún á svona síðari árum orðin miklu svona sterkari og ríkari, kannski bara af áhrifum frá að við lifum svona hinna bandarísku öld og það eru mikil menningar áhrif sem við höfum frá Bandaríkjunum. Að það læðast inn svona kannski vegna þess hvað umræðin veik, að það læðast inn svona einhverja hugmyndir kannski bara úr svona popular culture að þetta sé raunverulega hin rétta leið til þess að takast á við sorgina að krefjast hefndar frá þeim sem var valdur af henni. Já, það er svona umræða getur samt haft áhrif, og þá ég ekki að tala áhrif á fangana eða betrun þeirra, heldur á dómstólana. Það að segja, við höfum séð að refsingar hafa orðið meiri, harðari í vissum brotaflokkum, til dæmis fíkniefnabrotunum og nauðgunarbrotunum og barnaníðsmálum. Það augljóst, og þá spurningin svo hvers vegna hafa dómstólarnir breytt afstöðu sinni og dæmt í harkalegri refsingar heldur en áður. Það vegna þess að þeir láti undan almenningsálitinu og vilja losna við gagnrýni fyrir lágar refsingar, eða telja þeir sig búa yfir einhverju þekkingu nú sem þeir höfðu ekki áður, og það verður ekki lesið út úr dómunum hvernig á þessu stendur. Heldur gerist þetta venjulega, það gerist aldrei í stökkum, dómstólarnir passa sig á því að það gerist hægt og bítandi á nokkrum árum, að refsingar í vissum brotaflokkum hækka. Og það vantar allan rökstuðning. Þarna ætti umræðan til dæmis að fara fram í dómunum. Guðmundur, það er svona árið frá Bandaríkjunum að æskuvinur minn, hann flutti inn kókaín frá Bandaríkjunum í kringum 1990. Og bara ekki mikið magn. Svo kom dómurinn og hann var allt í einu bara 10 sinnum þyngri heldur en að nokkur hafði búist við eða reiknað með áður. Og þetta voru klárlega áhrifin af umræðu í Bandaríkjunum í einhverju allt öðru samfélagi, þar sem voru verið að þyngja refsingu fyrir krakk og fleira. Þetta svona þegar Clinton að koma til valda með því að vera tough on crime og að dæma fólki í ævilangt fangelsi fyrir þriðja brot. Ég upplifði þetta til þess að sjá bara á eftir manni sem við þótti væntum inn í bara fáránlega langt fangelsi, fannst mér vera að dómararnir væru að svara einhverjum kröfum sem bara komu bara úr einhverjum sjónvarpsþáttum. Já, við náttúrulega vitum alveg að almenningsáliti hefur áhrif á dóma, og ég veit að það er bara stutt síðan að lögreglan var að kvarta við því að fjölmiðlar væru að hafa áhrif líka í raun og veru á dóma, sem sagt sín megin, en það hefur náttúrulega verið þekkt að lögreglan og saksóknarar hafa líka verið að hafa áhrif á dóma með því að leka alls konar hlutum í blöðin til að hafa áhrif á dómarann. Þannig að þetta er alveg þekkt bæði til að sverta mann sem á sakabekk umfram það sem er boðlegt að gera innan réttarsalarins. Og ég þekki þetta bara sjálfur úr mínu máli, að þar í fyrra málinu að þar voru saksóknarinn sem var þar, að hann tók símtöl sem snerust ekkert málið en blandaði þeim inn í fjölmiðla að þetta sagði Guðmundur og þess að þetta hafði áhrif síðan á dómi. En auðvitað er þetta alltaf að breytast. Ég meina magn á fíkniefnum, þú getur verið dæmdur í 7 ár fyrir þetta magn og svo ertu dæmdur, eða einhver annar dæmdur eftir 2 ár sama helmingi meira magn en minni dóm, þannig að þetta er auðvitað sem sagt í raun og veru alltaf að breytast. En Helga var að sagði að fangelsi væri full af burðardýrum sem hefðu komið hingað inn, veiku fólki sem væri að flytja inn, og það er líklega þungi dómar sem má rekja til þess að allt í einu var að ákveða að herða mjög refsingar við innflutninga á hvítuefnunum, og svo bara dómskerfið bara fast í þessu að vera að dæma fólki 7 og ekki allt upp í 10 ára fangelsi einhvern tímann, kona frá Hollandi. Já, 12 ára fangelsi er hámarki hér.
En hverjir eru í fangelsunum? Þetta er yfirleitt veikt fólk með einhvers konar raskanir á geðheilbrigði, ADHD. Þetta fólk með félagslegan vanda. Þetta er yfirleitt svona, þetta veikt fólk að mestu leyti í fangelsunum. Þannig að ég held sko þegar fólk átti sig á þessu að það þurfa að vinna með þetta og þar sem við komum með dóma, ég tel að dómar þurfi alls ekki að vera þyngri en sko fangavistin sjálf, hún þarf að hafa innihald og það þarf að vinna með þessu fólki og það þarf að og þar af leiðandi gæti kannski ef fólk vil næra ákveðnum endurhæfingu og næra að fylgja sínum plönum og þá eigi það möguleika fyrir að losna. Þetta þessi vantar hér, þetta nú þegar á Norðurlöndunum. En ég vil aðeins koma inn á þetta mál þarna sem Helga var að tala um daginn með þetta unga par að þetta einmitt, þarna kristallar svolítið lögin eru gölluð, það þarf að segja það var sett inn úrræði, mjög gott úrræði, að ungir afbrotamenn geti fengið reynslulausn eftir 1/3. Þetta óbóðslega flott úrræði. En hins vegar þegar það ekkert innihald og það ekkert unnið með manneskjuna meðan það inni, þá náttúrulega vita mál að þessi manneski kemur strax inn aftur. Þannig að það sem við segjum að það ekki hægt að koma í veg fyrir glæpi, kannski í fyrsta skipti, en við getum svo sannarlega gert það að sama manneskja brjóti af sér í annað, þriðja eða fjórða skipti. Þannig að beint eða óbeint vil ég hálfparti kenna stjórnvöldum akkurat þetta mál, af því þarna hægt að breyta og þarna þurfum við að taka og breyta úr þessari refsistefnu í betrunarstefnu og við þurfum að gera það heildstætt. Það verður svo þreyttir á þessum plástrum sem alltaf verið að setja á kerfið hér og þar. Þetta þarf bara að taka og við þurfum að taka upp þessa vistunar og meðferðaráætlanir sem að margir telja að þurfi ekki, en ég meina við sjáum það alveg ef að manneskjan í fangelsi að það greinilegt og hún þarf einhvers konar áætlanir og meðferðir og annað slíkt sko. Má ég spyrja annað sem að Helga Vala nefndi, hún talaði smánunina. Hvað það stór hluti af refsingunni að vera fyrrverandi fangi? Hvað það mikil byrði þegar þú ferð út í samfélagið? Já, það rosa stór byrði. Þú átt bara í erfiðleikum með að fóta þig í lífinu. Þú færð ekki húsnæði, þú færð ekki vinnu. En við erum að sjá þetta daglega, fólk að koma inn aftur og aftur og þarna kemur líka náttúrulega með meðferðir fyrir hennar hóp eru mjög takmarkaðir og eru ekki að virka kannski fyrir þennan hóp og ég tel að til dæmis ég tel bara meðferðarmál á Íslandi, það kannski efni í annað þátt en meðferðarmál á Íslandi eru bara ekki nógu góð og við eigum bara ekki nógu góða meðferðir hér á Íslandi. Það bara þannig og sérstaklega... það áfengismeðferðir eða... Já, áfengis- og fíkniefna fyrir þennan hóp. Ég tel að það séu ekki nógu góðar. Við þurfum að þróa betri og ég hefði bara viljað fara í rannsóknir á því hvað á þessu meðferð sem að virka almennilega, sem hefur aldrei verið gert. Og þetta já. Helga Vala, þetta við erum þetta svona spurningin mannúð, það grunnurinn að hugmyndinni það að við höfum ekki hefna okkur á afbrotamanninum heldur að styðja hann til þess að hann verði betri manneskja. Trúin á því að hann hafi ekki framið glæpinn vegna þess að hann í eðli sínu vondur maður, heldur hafa hann verið undir ykkur áfalli, verið ykkur ástandi og hann jafnvel þótt hann hafi gert það vísvitandi að þá geti hann fetað brautinn og orðið að betri manni seinna meir. Þetta bara grundvöldur mannúðar eins og að trúa því að hinn fátæki ekki fátækur vegna þess að hann ómögulegur, hann kannski ómögulegur af því hann fátækur og endalaust svona áfram. Stundum velti maður fyrir sér í íslensku samfélagi að þeir eru að gera kröfu svona mannúðlegri viðbrögð við afbrotum. Stundum velti maður fyrir sér að íslensku samfélagi sé kannski ekkert svo ríkt af mannúð að það sé endilega líkt að við munum feta okkur eitthvað þá braut sem að þið eru að leggja til hér. Ég kannski eitthvað bara þreyttur og svartsýnn? Já, við teljum okkur vera að reka einhverja betrunarstefnu, en ég hef tvisvar sinnum flutt mál
á þessum stuttatíma sem ég hef verið á þingi að það verði til dæmis einn sálfræðingur í hverju fangelsi alltaf, að hann sé bara staðsettur þar. Í staðinn fyrir að það sé, var lengi vel einn sálfræðingur staðsettur hjá fangelsismálastofnun sem að rúntaði svo og svona hitti fanga eftir því sem að tími gafst til. Nú komið einhver svona geðteymi í fangelsi sem á að grípa eitthvað, en þetta bara í svona skötu líki. Og líka þetta með geðteymi, sko, ég sá fyrir mér nauðsyn þess að það væri bara einhver sem að væri með opnar dyrnar. Að þegar að þú finnur að þú ert tilbúið til þess að fara og ræða við einhvern að þú vilji kannski hætta neyslu inn í fangelsinu, eða vilji létta á samviskuðinni eða bara tala við einhvern að þú fáir aldrei að hitta börnin þín, að þá sé hægt að gera það núna en ekki eftir 4 vikur. Það að búa til kerfi og segjast vera með betrunarkerfi en búa svona illa það og vanrækja þennan þátt svona mikið, það verður á endanum miklu, miklu dýrara fyrir samfélagið. Af því að við erum að fá sömu einstaklingana inn aftur og líka, jafnvel þó þau komi ekki inn aftur, og þá skilum við þeim ekki betri út í samfélagið. Ef að einstaklingurinn kemur betri út, eins og Guðmundur sagði sjálfur að hefði gerst í seinnaskipti hjá honum, þá það í rauninni bara af því að honum tókst það. Hann, eiginlega gegn all odds. Maður lítur alveg svoleiðis á, að því að hann var bara svo ótrúlega vel gerður að honum tókst að berjast út úr því einhvern veginn. En maður velti fyrir sér, sko, þetta að dæma fólk í meðferð, það þetta ákvæði í hegningarlögunum sem að leyfir dómara að dæma fólk til vistunar og viðeigandi stofnun. Og það alltaf bara nota þegar að ræða svona réttargeðdeild, að þú farir inn á einhvers konar slíkt úrræði, annarkot réttargeðdeild. Vegna þess að stofnun ekki til öðruvísi. Þú getur ekki dæmt eitthvað til þess að leggjast inn á Vog eða fara á geðdeild Landspítalans, með þess að geðdeild Landspítalans bara getur ekki tekið á móti viðkomandi, af því það ekki gert ráð fyrir þeirra systemi að vera með einn af sjúklingunum sem fanga sem á að vera þar í 1 ár. Já, bíddu nú rólegur, það nú þannig núna. Það réttargeðdeildin nú bara stödd á Kleppi. Já, nei, það fyrir utan réttargeðdeildin, þú sagðir að það væri ekki nema á. Já, ég að segja, sko, það líka einhvern veginn býr til þetta, sko, þetta verður einhvern veginn, þetta ruglast allt saman, í staðinn fyrir einhvern veginn að velta fyrir sig hvort það væri möguleiki að dæma einhvern til meðferðar. Ég held að það væri tilraunarinnar virði að gera það, en líka þetta, sko, hvers konar meðferðar? Jú, áfengis- og vímuefna meðferðar klárlega að við reynum að búa til fangelsi sem ekki stútfull af eiturlyfjum og reynum að búa til þannig að þú verðir ekki að fíkli í fangelsi, hafir ekki verið áður. En líka kannski meðferðar þannig að það sé verið að taka af alvöru á rót vandans. Hvers vegna fórstu í afbrot? Hvað leiddi þig þangað? Hvaða áföll eru á leiðinni þangað? Ég skrifaði meistararitgerð þegar ég var að klára lagadeildina það hvernig tekið annars vegar á kvenkyns afbrotamönnum og hins vegar karlkyns. Og mín niðurstaða eftir að hafa farið í gegnum alla fæla hjá ríkissaksóknara annars vegar og fangelsismálastofnun hins vegar var að konur, þær fá vægari meðferð inn í kerfinu sem í rauninni misskilningur. Af því að þegar það svo lenda bak við lás og slá, þá svo ofboðslega mikið búið að ganga á í þeirra lífi. Það búið að ganga svo rosalega nærri þeim á meðan að strákarnir eru stoppaðir fyrr og eiga einhvern veginn oftar sko, meiri möguleika á að sveigja frá þessari afbrotabraut. Þannig að titillinn á ritgerðinni var í rauninni misskilin mannúð. Það verið að gefa konunum séns að því þær eru viðkvæmari, þær eru oft með erfiðri félagslegri stöðu mögulega með börn og svo framvegis og þá einhvern veginn fá þær fleiri séns að fá oftar skilorðsbundna dóma og einhvern veginn niðurfellingu og vægari dóma sem að leiðir til þess að þær eru einhvern veginn ónýtari þegar þær koma inn og þetta staðfesta þeir sem eru að vinna í þessu kerfi.
að einhvern veginn að þær hérna ganga einhvern veginn nærri sér og þetta líka eitthvað sem við ætlum að horfa á bæði bara verðandi öll kyn og allt það hver frum orsök þess að þú komin á þessa braut og það kannski meðferðin sem á líka eiga sér stað þarna inni frá fyrstu mínútu ekki bara ef þú ert alveg orðin hérna komin í sjálfsvígshættu þarna inni heldur bara hvað olli því að þú ert hérna. Þannig að ég heyrði bara í fréttum og las fréttir hérna rökstuðning Fangelsismálastofnunar og dómsmálaráðuneytisins fyrir hérna lokun fangelsis hérna á Akureyri og það voru bara svona hagræðingarsjónarmið og skilvirkni og eitthvað slíkt. Það var ekki svona nefnt okkur svona mannúð og stundum það þannig svona, ég meina, fólk til þess að samfélag sem mannúðar, ríkta mannúð, þá þarf að vera rík mannúð og mannúð þarf að vera rök í umræðunni, en það komu margir með mannúðarrök í þessu máli, en það var bara slegið á borðinu og sagt bara já, en við verðum náttúrulega að fara vel með almannafé og við verðum að spara hérna skatteyririnn og vera með góða skilvirkni í kerfinu og þess vegna lokuðu þessu bara. En svo dýrt þetta svona illa. Það það sem þau gleyma. Ég heyrði það að þú varst að reyna að gera þetta svona illa, því að þá bara þetta sóa öllum þessum peningum. Ég gera þetta illa. Já, ég heyrði þú varst að reyna að færa sko peningalegi rök fyrir mannúðinni, að þeir sem væri með peningalegi rökin, að þeir væri að sóa peningunum. En það sem að mér langar aðeins að spyrja, hérna, má ekki vera bara með mannúðarrökin og leggja þau bara þungt á borðið og segja bara þau eru bara miklu mikilvægari heldur en einhver ekstra reikningur á Fangelsismálastofnun. Hvaða rugl þetta? Nei, sko. Ég var að segja eitt, hérna, þegar ég var í lögmaður í svona flóttamannamálum og þá ákvað ég að hætta að tala mannúð og tala einmitt peninga. Að því það er svo margir sem skilja ekki mannúð. Það eru fleiri sem skilja peninga. Þá fór ég að reyna að útskýra það að það væri samfélagslega mjög óhagkvæmt að koma svona illa fram við bæði fólk sem að vill búa hérna, sem eru innflytjendur og þá sem að leita hingað eða leita vernd. Það væri mjög dýrt á endanum. Það er það sama í þetta. Ég er ekki að finna þessu, ég ger þetta sjálfur sko, ég var í fyrra kvöld að reikna út sko hag samfélagsins á hverjum innflytjenda, að samfélagi þarf þá ekki að bera kostnaðin við uppeldið og reiknaði út frá hvað hérna veri kostnaði sko ríkisins og sveitarfélaga á uppeldinu og konstaði að það væri svona 110 milljónum króna virði að fá mannesku sem var eldri en 18 ára hingað inn í samfélagið og til þess að var að reyna að finna út úr hvað ég fundi út úr þessu hvað innflytjendurnir á síðustu árum hefðu fært aldurskurvuna langt aftur. Ég kannast við að fyrir síðustu aldamót vera að tala að við varum að elda svo hratt. Það voru fátt fólk á vinnandi aldri sem væri að vinna, en síðan koma innflytjendurnir og við erum allt í einu komin bara svipað stöð á 1960. Við ættum raunverulega ekki að vera að tala þetta lengur, þannig innflytjendurnir leystu þetta. Þannig ég var ekki að finna að því oft maður að reyna að sko, finna peningaleg sjónarmið til að verja mannúðina. En mér langar að spyrja Ragnar, af hverju má ekki bara koma með mannúðar sjónarmiðin bara beint? Af hverju þurfum við hérna ég og Helga Val og fleiri að sitja alltaf að vera að reikna einhverja hérna fyrir hérna Excel-fólkið að mannúðin borgi sig. Við erum ekki bara að tala almenn mannúðar viðhorf í þessu tilviki vegna þess að þetta eru réttindi fanga að vera í afplánum sem næst fóru fjölskyldu sinni og heimahögum og ég get ekki séð að stjórnarráðið eða dómsmálaráðið hafi tekið nokkur tillit til réttinda fangana og það eru mannúð og mannréttindi oft samofin og þau eru það svo sannarlega þarna ákvæðið algjörlega klárt. Þetta svo margt í refsi framkvæmdinni sem erfitt að ég má hverfa frá fangelsisvist yfir til sekta. Það gert ráð fyrir því að það ég ákveða sekt meðal annars með hliðsjóna efnahag hins brotlega. Það aldrei gert. Það aldrei spurt tekjur og eignir, heldur það er svo einfalt fyrir dómarann að gera alltaf það sama. Þetta þýðir það að tveir menn sem að fremja sambærilegt brot sem að varðar sektum. Annar það fátækur að hann verður að fara í fangelsi til að afplána vararefsinguna. Hinn finnur ekki fyrir því. Þetta hafa menn leyst til að mynda í Svíþjóð með því sem kallað er dagsbætur. Sektin eru 10 daglöndi, hvort sem þau eru 1.000.000 eða
5.000. Mér langar líka aðeins að minnast á aðra frelsissviptingu heldur en afplánunina og það gæsluvarðhald. Vegna þess að við getum lært mikið af þeim rannsóknum sem hafa farið fram á gæsluvarðhaldsföngum vítt og breytt heiminn. Sameinuðu þjóðirnar hafa komist þeirri niðurstöðu að það mætti ekki hafa mann í einangrun lengur en 15 daga allra lengst, þá væri hætta á andlegu og líkamlegu niðurbroti. Og einnig hefur komið í ljós að slík frelsissvipting hefur alls konar áhrif, þar á meðal þau að menn fara að játa á sig glæpi sem hafa ekki framið. Það þarf ekki 15 daga til, það hefur gerst eftir 12 klukkutíma, 6 klukkutíma jafnvel í Bretlandi. Og þess vegna getur þetta leitt til þess að hluti af þeim sem eru í fangelsum séu ranglega sakfelldir. Þeir hafa ekki framið þann verknað sem að þeir eru sakfelldir fyrir. Í Bandaríkjunum er talið að það séu kannski 10 hver fangi sem er í afplánun. Hann hafi ekki framið þann glæp sem hann er dæmdur fyrir. Ég býst við að málsmeðferðin sé vandaðri hér en það er alltaf einhverjir sem að fara saklausir í fangelsi og eiga sér ekki viðreisnar von. Og þess vegna þarf að skoða mjög vel þessa frelsissviptingu sem að felst í gæsluvarðhaldinu, stytta hana eins og hægt nota ekki einangrunina nema í neyðartilvikum og búa betur á gæsluvarðhaldsföngum heldur en gert hefur verið. Við þurfum líka að huga að því að því meir sem að við beitum gæsluvarðhaldi, því meiri hættir á því að menn játi á sig ranglega glæpi og lendi í fangelsum. Guðmundur, þú réttir upp fingur. Já, ég vildi tala bara peninga. Ég sem sagt búinn að fá 24 ára fangelsi frá aldamótum, setið í afplánun í 16 ár. Ég hef kostað samfélagi 200 milljónir, cirka. Fangelsismálastofnun er að fá 2,2-3 milljarða á ári að reka þetta. Við höfum verið að benda á að með því að taka upp endurhæfingarstefnuna, betrunarstefnuna, að það sparar í fangelsiskerfinu, það sparar hjá lögreglu, sparar hjá dómstólum, sparar hjá heilbrigðiskerfinu, almannatryggingakerfinu. Það lækkar glæpatíðni, endurkomi í fangelsi og það sem skiptir mestu máli að það fækkar brotaþolendum. Þeir koma betri út úr fangelsi, betri menn, byrja að vinna, borga skatta, þetta er vinn-vinn fyrir alla og við munum sitja uppi með lúxusvandamál, þar að segja við munum þurfa að loka kannski fangelsi eða tveimur eins og hefur verið að gerast á öðrum löndum sem hafa tekið þetta upp. Og mér langaði meiri sig að minnast á því að Ragnar var að tala hann í byrjun, varðandi gamla daga þegar menn voru limlestir fyrir glæpi, að ef við tökum landi eins og Íran, þeir eru að limlesta menn ennþá, en þeir eru samt með fangelsi þar sem eru með betrunarstefnu, eitt slíkt. Þannig að við höfum bara ekki tekið þetta upp. Við erum einu Norðurlandi sem höfum ekki tekið þetta upp. Norðmenn eru að flytja út þessa stefnu og meira að segja Evrópusambandið veitir styrki fyrir að taka þetta upp og Austurlandin hafa verið að taka upp þessi stefnu í ákveðnum fangelsum. Þannig að það þarf ekki að finna upp hjólið, þetta er allt til. Þekking, menntun, reynsla og allt þetta er allt til. Við þurfum bara að biðja þessa aðstoð og fá þá til að koma hingað til hans og kenna okkur þetta. Má ég aðeins spyrja að þú nefndir Fangelsismálastofnun, þegar maður ræðir við öryrkja þá, ég hef ekki ennþá fundir öryrkja sem að tala vel Tryggingastofnun og fólk sem er háð framfærslu sinni frá Tryggingastofnunin er oft bara djúpt sært af samskiptum sínu við stofnunina. Getur þú sagt mér, Fangelsismálastofnun, er þetta góð stofnun? Þetta er spurning, ég held að ég myndi aldrei finna neitt fanga eða fyrirverandi fanga sem myndi tala vel þessa stofnun. Ég get alveg sagt það, en ég get samt alveg sagt að það hefur margt breyst. Þetta er erfið stofnun og þau þurfa náttúrulega að sýna fram ákveðin árangur og þess að koma þau alltaf með sama, að við séum lægstu endurkomutíðni og alls konar sem er bara ekki satt til að sýna fram árangur og vernda sína stofnun. En þau vilja gera miklu meira, þau vilja gera hluti og þetta er búið að vera að opnast undanfarið. Forstjórinn hefur verið að reyna að mótmæla hlutum og fara fram á breytingar en hann getur takmarkað gert það í raun og veru, stöðu sinna vegna.
Við höfum átt ágætis samskipti síðustu árin, þannig að ég auðvitað má gera margar breytingar og ég vil sjá margar breytingar þarna en það er gott fólk að vinna. Þetta hljómar svolítið eins og þetta lýsa svona fjársveltri stofnun sem að kannski vill gera vel en er bara með oflitla fjárveitingar til þess að ná að breyta sér, þannig að valdið raunverulega liggur hjá þeim sem að er í fjármálaráðuneytinu en ekki þeim sem er kannski að stýra stofnuninni? Já, algjörlega. Ég meina, forstjóri Fangelsismálastofnunar, hann er bara að hugsa það að halda sig innan ramma fjárlaga, ekkert annað í raun og veru. Hann lætur aðra sjá nánast alla aðra hluti. Þannig að já, þetta er fjársveltstofnun, það er ekki hægt að segja hana og það er ekki hægt að gera, ég meina það er 2,5 stöðugildi sálfræðinga til dæmis í dag og 2 stöðugildi félagsráðgjafa og það er bara ekki til peningur í neitt í raun og veru og það er búið að setja meira og meira í kostnað á fangana sjálfa Hvernig þá? Já, ég meina eins og tannlæknakostnað þeir þurfa að borga hann sjálfir, það var alltaf ákveðin styrkur á ári, þeir þurfa að borga rúmföt og þeir þurfa núna, þeir þurfa náttúrulega að versla í sjoppu sem að leggur álag og það er bara ein sjoppa sem að selur vörurnar, þannig að það er svona ýmislegt, já. Símtölur eru dýrari heldur en hjá almenningi, þannig að og það eru sömu dagpeningar frá því árið 2006 sem er 360 krónur á dag, nei 630 krónur á dag, 5 daga vikunar, fara ekki dagpening helgar. Óbreytt bara krónuleg tala í gegnum 2 kreppur. Og ég meina fæðisfé hefur ekkert hækkað og laun hafa heldur í raun og veru ekki hækkað. Þetta er kallað þóknun, þetta er í raun og veru svartur peningur sem fengum greitt fyrir einhverja vinnu og þetta var að borga eftir hvaða starf þú varst að vinna, hvað þú fyrst borgað og hvaða starf var talið mikilvægara en hitt. En við kröfumst þess að þessu yrði breytt og fyrsta lagi yrði bara hækkað náttúrulega upp í sama og kannski Tryggingastofnun að greiða fyrir dagpeninga eða þessa mánaðarlegu styrki þegar á verstastofnunum en þeir í raun og veru þurftu að finna leiða því þeir fengu ekki peninga með, þeir þurftu að hækka en fengu enga peninga með þannig að þeir hækkuðu bara á lægsta flokki í hæsta en settu svona takmark á því sem þú mátt vinna í fangelsinu. Þar af leiðandi græddu þeir pening en þú þurftu ekki að leggja meira út. Getur þriðji aðili leigt vinnu fanga á þessu ódýra verði? Já, það ekki kannski á þessu ódýra verði en þeir gátu gert það á ódýru verði, já. Ef ég man rétt það var eitthvað 800 krónur á tímann en síðan var það tekið af að því að ég held að ASÍ hafi verið að setja út á það en auðvitað er það slæmt, það er slæmt það er náttúrulega slæmt að þeir séu að selja mannskap á mjög ódýru verði en það er líka mjög slæmt að missa alla vinnu sem við þurfum á að halda og til að bara eyða deginum og hafa eitthvað annað að hugsa en þarna kemur einmitt inn á það sem að Ragnar var að tala um daginn áðan að hann myndi vilja sjá að fanga úti að sinna vinnu á daginn og vera að vinna. Þetta er við algjörlega saman. Þarna væri hægt að fangi geti sjálfur greitt húsaleigu og mat og hann geti borgað sín meðlög og skatta og öðlast réttindi í atvinnuleysissjóði eða eitthvað slíkt. Þetta myndi við vilja sjá til dæmis. Fangi á bara að fá markaðslaun og borga sína skatt og skyldur. Margt sem kemur hérna fram sem er áhugavert. Helga Vala, má ég spyrja því hver hefur eftirlit með Fangelsismálastofnun? Það eru í fyrsta lagi ráðherra og svo þetta við. Stjórnskipun og eftirlitsnefnd er svo nefnd á þinginu sem á svona að vera þessi eftirlitsstofnun með framkvæmdavaldinu. En það er líka alls vegar menntamálanefnd sem að fæst við þennan málaflokk. Og þetta svona virkt eftirlit þannig að þið náið að vera svona
ýta á eftir því að Fangelsismálastofnun þróist á góðan máta, að þar séu vinnubrögðin góð og þar séu gætt að vernda mannréttindi fanga og þar fram eftir götunum. Er þetta svona alvöru eftirlit eða er þetta kallaður fyrir forstöðumaðurinn einu svona ári og gefur munnlega skýrslu? Ég held að það sé hvort tveggja. Svo erum við þetta með mjög svo ágætt embætti sem heitir umboðsmaður Alþingis og þangað þetta koma erindi og það skiptir máli, það hlustað þegar umboðsmaður Alþingis talar, en Alþingi þetta veikt að því leyti og mér hefur fundist það fara kannski svolítið aftur núna, ég veit ekki bara á þessu stutta tíma sem að ég hef verið þarna inni, að það komi meira þetta meirihluti, minnihluti og ef minnihlutin leggur til að eitthvað verði rannsakað, að þá kýs meirihlutin þá rannsókn bara út af borðinu og það gerðist til dæmis í vetur í máli Kristjáns Þórs og Samherja. Þannig að þá finnst mér í rauninni meirihlutin vera farin að svíkja kjósendur og vinnuveitendur sína af því að þetta annað af stóru verkefnum Alþingis, það að hafa eftirlit með framkvæmdarvaldinu. Og þegar meirihlutinn lítur svo á að það sé óþarfi, þá erum við komin á vondar brautir. Má ég minna á að við höfðum hér á Alþingi góða talsmenn fyrir fanga hér á árum áður og ég minnist á menn eins og Jónas Árnason frá Múla og Stefán Jónsson. Þeir voru sífellt að brýna þingið á þeim vanköntum sem voru á framkvæmd refsinga og að reyna að bæta hag fanga af brennandi hugsjónaeldi. Og ég veit ekki hvort að það gerist lengur á Alþingi að slíkir menn rísu upp. En ég þekki það auðvitað ekki. Við hefur verið duglegur að vekja okkur til umhugsunar og við höfum svona verið að reyna að enduróma það sem að hann hefur viljað segja okkur. Þannig að ég held að við þurfum að fá líka bara fleiri menn eins og hann að þing. Já, það ekki þannig sem ég ætlaði að spyrja ykkur að til þess að ná að breyta þessu, hvaða hópur það væri sem að raunverulega geti breytt þessu? Það ekki fyrst og fremst bara hagsmuna og frelsisbarátta fanga sem að getur breytt þessu? Það ekki þannig að það alltaf hópurinn sjálfur, ef hann skipuleggur sig og í virkri baráttu sem hann að breyta þessu, miklu frekar heldur en að allt í einu verði eitthvað straumhvörf inn í stjórnmálunum eða fræðimannasamfélaginu eða lögfræðistéttinni eða inn í eftir ferðir Fangelsismálastofnunar til annar landa þar sem að þau verða fyrir árum þess sem að gerast þar erlendis. Ert þú ekki lykilmaðurinn, Guðmundur, að ná fram þessu breytingum? Við höfum nú hjá Afstöðu verið mjög duglegir að skrifa greinar og fræða stjórnvöld og almenning hvað að gerast í fangelsinu. Og þetta það sem að vantaði hér. Ég tók eftir því að því ég hef nú það mikla reynsla þessu að þá ég reynsla af erlendum fangelsiskerfi líka, eins og í Danmörku, að þá var það bara eðlilegt að dómsmálaráðherra kom í fjölmiðlum og var að útskýra hvað virkar ekki, en hér var það aldrei gert og þetta var svona lokuð stofnun sem að enginn vissi hvað var að gerast og enn halda allir að þarna séu tattúveru sterabúnt í öllum stöðum hana og en það er það auðvitað ekki og við höfum verið að reyna eins og við gerum, en það eru við hinn raunverulega grasrót þarna og líka eiginlega eftirlit með fangelsunum af því að við erum duglegir að senda tölvupósta og ýta á hluti að menn fá að fara til tannlæknis og menn fá að fara í klippingu og þessi fá að þetta og þannig að við erum stöðugt að fylgjast með og við látum vita líka, við sendum á þingmenn og við erum í stöðugum samskiptum við umboðsmann Alþingis og jafnvel CPT-nefndina líka og erum að ýta á að opcat eftirliti sé virkt og þannig að við erum, við teljum að þetta sé svona að komast á aðeins meira skref og svo eru náttúrulega hafa stjórnmálaflokkar verið að taka þetta upp og bæði Samfylkingin hefur haft áhuga á þessu, Píratarnir hafa tekið þennan málaflokk upp og Viðreisn og
Þannig að þetta svona eitthvað að lifna við, en maður samt, ég get alveg viðurkennt að maður orðinn mjög þreyttur á að þessi hluti gerast mjög hægt og en við ætlum bara að halda áfram að reyna og skrifa greinar og leyfa fólki að sjá hvað að gerast. Takk að þið kærlega fyrir þitt framlag og til þess að bæta Ísland. Það helst gert með baráttu innan kúu og fátöku, því trúi ég. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að taka þátt í þessu spjalli og hjálpa mér að skilja hvernig landið liggur að einhverju leyti. Eruð þið með ykkur óskýr hvað við ættum að tala næst? Því að þessi þáttur eiginlega afleiði svar við ósk Ragnars Aðalsteinssonar, hann vildi tala refsingar. Og sú ósk kom eftir að ég talaði að það ætti að ræða dómskerfið og þá fékkstu Ragnar. Já, þetta barnabarn þáttar sem að Helga Vala mætti í. Það spurningin að tala mismunandi hópa fanga og þar þetta fyrsta sem gerur upp í hugan mismunandi þarfir til dæmis kvenna í fangelsi miðað við karla. Það gjörólíkt og það til seinni tíma rannsóknir ágætar og þá koma inn þessi vandamál sem tengjast börnum, nýfæddum ungum börnum, barnsfæðingar í fangelsi og allt það. Og síðan þetta ungu fangarnir, það þetta umræðin sem við fengist við lengi, en það verið gaman að heyra þá sem að til þess þekkja hvernig má helst koma því við að mjög ungir fangar eigi möguleika á því að komast út úr fangelsinu við betri andlegu líkamlega heilsu og viðhorf. Ég vildi kannski bæta við þetta að það líka kannski þeir sem eru verulega þroskaskertir einstaklingar sem í fangelsunum, sem alltaf ákveðin prósenta og hverju sinni og svo líka þeir sem eru sakhæfir en samt geðsjúkir á einhvern hátt. Þetta eru líka hópar sem þyrfti að ræða sérstaklega því að þeir eiga verulega erfitt í fangelsunum og það skapast veruleg vandræði í kringu það og líka bara hjá starfsfólki og samföngum í raun og veru. Þannig að það má bæta, þetta er flott. Ég skal reyna að búti þetta en ef það verður konur í fangelsum þá Helga Vala, þú að koma það, þú skrifaði meistararitgerð þetta. Já, og svo erum við með hinsegin fanga. Mér finnst það líka hópur sem þarf líka að tala um. Ég verð að stoppa ykkur núna því að óskalistinni orðið þannig eins og verður bara að stofna sérstakann fjölmiðlum fangamál en það má kannski gera það. Líka ég bendi afstöðu á það að samstöðun opin miðill og ef að þið viljið vera með sérstakann þátt, svona svipaðan á þennan, sem meiri sér að stjórna bara úr bíl á ferð, að þá ykkur Guði velkomin að gera það. En ég þakka ykkur aftur kærlega fyrir að koma hingað, Guðmundur, Helga Vala og Ragnar og ég þakka ykkur kærlega fyrir sem að sátu hérna með okkur og hlustuðu á umræðu þetta mikilvæga mál sem að oflítið talað og þrátt fyrir að fólk svo við höfum verið að tala þetta í árþúsundir, þetta sem við vorum að ræða. Ég reikna með að Rauða borðið verði hérna aftur á morgun klukkan 8 á sama tíma og segi bara bless í bili.